Þú mátt byrja bara. Já, hæja strákar, Jóhann, Alfreð, Sverrir Ingi, velkomnir á Kópavogsvöll, stjörnuleikur. Hvernig tilfinning að vera komin aftur á Kópavogsvöll? Hún bara fín, það alltaf, maður svona reynir að koma alltaf þegar maður kemur á sumrin að kíkja á nokkra leiki og kannski búið að vera svolítið busy hjá okkur núna þar sem við erum að fara til Rússlands en gott að ná einu leik og alvöru leikur eins og Blika Stjarnan eru. Alfreð, nú ef þú lítur til hliðar þá sérðu nú treyju sem þú kannast við, Íslandsmeistara 2010. Hvað var svona sætasta minningin frá þessu sumri? Það var náttúrulega held ég þessi lokaleikurinn sko. Þó ég hef verið í banni ótrúlega nátt þarna í síðasta leiknum þá var náttúrulega bara að vera hluti því að lyfta bikarnum er náttúrulega mjög einstakt. Einmitt á móti Stjörnunni. Akkurat, góð minningar. Var ekki Sverrir það líka? Ég syns að það var eitthvað stelast að króta peysu. Sverrir var svo ungur sko. En Sverrir, fjólubláa peysan fyrir aftan þig, hvernig, hvaða minningar áttu frá þessum tíma? Þetta var alltaf skemmtilegur tími, Óli Kristjánsson átti þessa peysu og ég var þetta ekki í sumari þess að fór á langleiðin í Evrópudeildinni og þetta fræga sumar, það voru bara skemmtilegi tímar og gaman að rifja upp þessar minningar. Nú er ekki nema bara nokkri dagar haldið til Rússlands. Hvernig tilfinning er það að vera komin á HM? Eitthvað sem að menn fyrir kannski ekki nema 5 árum trúðu varla að myndi gerast. Já, þetta er alltaf einstök tilfinning. Þegar maður var ungur þá hélt maður að maður myndi aldrei spila á HM og það er gríðarlega skemmtilegt að vera að fara með sínu landi og sínum vinum að spila á stærsta sviði í fótboltanum og það er auðvitað bara forréttindi. Alfreð, hvað ætlar að skora mörg? Byrjum á einu, þetta er alltaf stærsta sviði sem hægt er að lenda á og við spilum til topp liðum þannig að ég held að við þurfum bara að taka þetta í litlum skrefum en að skora HM er mjög einstakt og merkilegt afrek fyrir hvern sem er. Sverrir Ingi, þú ert okkar maður á staðnum í Rússlandi. Ertu ekki búinn að undirbúa þetta allt saman? Jó, maður er svona að fengja að kynnast þessu aðeins núna kom náttúrulega til Rússlands síðasta sumar og maður fengja að upplega svona og fengja smurt hérna að þessu þannig að maður mun reyna að nýta sína reynslu út í liðið og vonandi mun það bara hjálpa okkur. Þakka ykkur kærlega fyrir strákar og eins og ég segi Ameríku breyka legg þannig að við munum fylgjast með okkur, sumir hér og sumir í Rússlandi þannig að bara megi Guð og gæfan fylgja ykkur. Andrés, ert þú að fara til Rússlands þá? Ég er að fara til Rússlands! Yes!